Hekla að deila skjáinn. Já, ég var eitthvað allt í einu óvart að deila skjánum. Ég var eitthvað aðeins svona að prófa hvort þetta væri allt gott. Já, jú, Mette, ég held að við séum bara hreinlega tilbúnar. Þannig að, jú, við skulum byrja. Já, þá bara byrja ég á að óska velkomin á þennan knapafund gæðingalist. Og í dag ætlum við að fjalla bæði hvernig vægið virkar og þetta sem sagt að vega faghóps í gæðingalist. Þetta bæði hvernig vægið virkar, þannig að maður getur kannski átt að sig aðeins betur á hvaða æfingar borga sig fyrir mann að sýna og bæta sig og æfa sig. Það er líka leiðarann fyrir flæði reiðmennsku og fegurðarreið sem verður krufin svolítið og útskýrt svona helstu hugtök þar. Síðan munum við sýna eitt dæmi sýningu og þar sem að þið fáið líka link að sýningunni og fáið lýsingar bara hvernig við horfum á þessa sýningu með tilliti til kannski þess sem er búið að vera að lýsa. Og síðan og síðast, ef ekki síst, þá er Jakob Svavar Sigurðsson með okkur í dag sem er gestur og Jakob þarf ekki að kynna hann neitt en ég get sagt ykkur að hann hefur þrisvar sinnum unnið gæðingalist eða gæðingafimi, alltaf að sitt hvorum hestinum, yfirleitt er að hann er alltaf einhvers staðar í toppnum, eða alltaf, allavega yfirleitt, þannig að hann hefur langa reynslu af þessu og hann mun segja svolítið frá hvernig hann undirbýr bæði hesti sinn, hvernig hann stillir upp prógram og hvernig hann kannski undirbýr líka keppnina. Þannig að ég held að það sé bara að byrja og þá er það til þess að byrja með fyrsti dagskrárliður, það er hjá Heklu og það er Hekla Katarína Kristinsdóttir og ég Mette Mannseth sem að sjá með þennan fund í kvöld. Ókei. Já, kannski segja það reyndar áður en við byrjum að bara gott ef allir eru bara á mute og virkar best ef þið eru með einhverja spurningar að þá setið bara spurningarnar inn á chatinu og þá lesum við spurningarnar og hugsanlega koma einhverjir svipaðar spurningar og veljum úr til þess að svara síðan þegar hendar. Ok, takk fyrir og gjörðu svo vel Hekla. Takk fyrir Mette og góða kvöldið, öll sömul. Ég ætlaði sem sagt aðeins að fara með ykkur og vonandi að veita svona örlitla innsýn inn í dómskjalið sjálft og leyfa ykkur bara svona örlítið líka að skoða það í raun þegar maður fer að fylla það út, bara fyrst sem knapi sem til að velja æfingar og svo hvernig það kemur út þegar að dómarinn fer að fylla út skjalið og leyfa ykkur aðeins að skyggnast inn í það. Þannig ég ætla að deila hérna og það fyrsta sem ég ætla að deila hérna aðeins með ykkur er að byrja því að deila með ykkur leiðaranum fyrir æfingar. Af því að vissulega kannski mun þemað vera meira æfingar og ef ég fer bara nokkuð skipulega yfir leiðarann sjálfan og hér er æfingarleiðari og ég veit ekki hvort þið sjáu stikuna mína hérna en hér er í þessum dálki hér eru eitthvað sem kallast hliðargangsæfingar og á skalanum 0 til 2 í einkunn og þar sjáum við það að það koma mótmæli í hest, spenna, styrleiki eða afleidd líkamsbeiting og það er nú ekki oft sem þetta gerist en vissulega gerist þetta og er innan leiðarans og svo komum við milli 2 til 3, 5 og þar er líkamsbeitingu ábótavant lengdarjafnvægi ábótavant og því er innan sviga til þess að skýra það betur, þá er hesturinn framþungur og æfingin í raun er ekki að gera það sem að hún á að gera til þess að hesturinn verði betri og viðvarandi taktgallar í gangtegund og það er ofboðslega mikilvægt að hesturinn sé með góðan takt í raun bara til þess að ná yfir meðal sem er hérna 5 og hérna milli 3, 5 til 5 endar ekki vel æfingin of stutt sýnt úr og í æfingu og stöku taktvandamál. Þannig hér er svolítið svona, við getum bara aðeins séð hvernig þetta er. Og eins og ég útskýrði samt á síðasta knapafundi, fyrir þá sem að hlustuðu þar, að þá er í raun þó að þessar stikur séu á milli og þessi þykku línur, þá þýðir það ekki að það geti ekki eitthvað verið jafnvel báðum megin við, en það er síðan dómarans að ákveða í raun hvar hann vill lenda tölunni. Og svo hérna milli 5 til 7 og það er svona
Það sýning í rúmu meðalagi og þar er æfingi sýnd með réttu sniði og reiðleið, rétt sveigja, gangtegund verður að vera góð ef hún og þá hún komin yfir meðal og það verður að vera réttur taktur. Svo ef við erum komin upp í 7 til 8-5, þá þarf í raun verkefni að einkennast af lipurð og virka vel. Man þarf að sjá að hesturinn með góðan sveigjanleika, gangtegund, þá maður komið með gangtegund sem orðin mjög góð og það gott flæði. Og svo náttúrulega skalinn upp í 10 og þar erum við þá komin í það að æfingin hjálpar hestinum í það að verða með mikinn léttileika og sýna mikla söfnun, fjaðurmagn, gangtegund frábær, mikið öryggi og frábært flæði. Og ég hef allan sem dómari alveg bæði, ég held ég hef alveg til allra hamingju gefið allan skalan í þessari gæðingalist sem mér finnst líka svolítið gott og við sem dómarar þurfum að hugsa vel að skalinn upp í 10. Og þá langar mig að fara bara inn í hvað að búa til 2 sýningarknapa og ég held að ég breytist hérna yfir, það ekki? Jú. Og ég bjó til 2 knapa og núna ég ennþá á öðru stigi. Og það sem mér langaði að sýna ykkur að þessi knapi á öðru stigi og hann í raun, þetta aðeins erfitt að útskýra þetta, en það sem ég hugsaði þegar ég setti þetta upp var það að hann ákvað að velja sér æfingar sem hann réði vel við. Hann í raun ákvað ekki að láta vægið hafa of mikil áhrif á sig og svona hugsaði ég þetta bara þegar ég setti þetta upp og nær að sýna hér æfingar sem jú, vissulega, hann sýnir opinn sniðgang á tölti því að hann þarf að sýna eina æfingu á öðru stigi sem á tölti, brokki eða stökki og ákveður að sýna opinn sniðgang á tölti upp á 6-5, bæði til vinstri og hægri og af því að það vægi 1,07 á þeirri æfingu að þá fær hann út úr þessari æfingu 7,0 eins og þið sjáu hér. Svo ákvað hann bara hreinlega að gera krossgang á feti og gerir það bara nokkuð vel og ég ákvað bara að vera í þessum 6-5 og vera bara í þessari svolítið rúmlega bara frekar góð sýning og færa hann þar 6-5 fyrir. Og eins það riður á hringnum, getur framkvæmt það frekar vel og hraðabreytingar á tölti og öðru stigi ákvað ég að vera með klárhestinn og þið sjáið þá í raun hvernig þetta raðast upp hjá honum. Svo setti ég bara tölur og það kannski gaman fyrir ykkur líka að vita það að náttúrulega öðru stigi að þar þarf að sýna hægt tölt. Það í raun til þess að fá þá fullnaðareinkunn fyrir tölt. Og svo má maður í raun velja á öðru stigi hina útfærsluna, hvort að hin útfærslan tölt með hraðamun. Ég sé að ég glemdi að setja það inn. Ég hefði átt að gera það líka af því að hann sýnir þessi knapi hraðabreytingar á tölti sem æfingu og fær þá að sjálfsögðu líka 6-5 hér í tölt með hraðamun hérna inni. Og mér finnst það reyndar mjög líklegt ef ég segi ykkur bara eins og að þessi hestur til dæmis að framkvæma bara skemmtilega æfingu á tölti og svo hann bara greinilega mjög góður á tölti í þessu og það alveg líklegt að ég sem dómari myndi hugsa það að gefa honum bara heila 7 fyrir tölt. Það allavega möguleiki. Ég þarf ekki að fylgja einkunni sem kemur hérna inn. Þannig að bara alveg fínt fyrir ykkur að vita að ef æfingar ganga mjög vel þá getur maður haft áhrif á það að hesturinn sem fái jafnvel hærri lokaeinkunn fyrir tölt. Svo ákvað ég bara að setja 6-5 á gangtegundirnar. Hann sýnir hérna 3 gangtegundir, tölt, brokk og fet og ég minni á það að í raun eftir að dómari hefur dæmt þá má hann ákveða í raun eins og ég segi ykkur, þú veist, hvaða tala lendir hér. Og áður en ég fer í flæði, riðmennsku og fögurreið, þá var ég að hugsa að sýna ykkur hinn knapan sem ég setti aðeins upp og þá með það í huga, ég fór yfir með ykkur leiðarann og ég hafði bara mjög svipaðar æfingar hjá þessum knapa fyrir utan það að hann ákvað að hafa lokaður sniðgangur á skálínu eða halfpass á tölti og
þá ég ekki að segja að fólk megi ekki ögra sér, en ég ætla bara aðeins að sýna ykkur að þrátt fyrir að hann sé með vægi 1,1 og hann getur, og það klárlega bara fyrir eitthvað gott að geta gert það upp á meðalengun, það svona, það getur bara verið nokkuð ágætt, en þá gerir það verkum að hann vægið fer að virka og hann fær 5 og þá verður þetta 5,5 og allar hinar einhvernar upp á 6,5 og það sem ég langaði að benda ykkur á þessi meðalengun fyrir æfingar. Hinn knapinn sem að gerði æfingar sem hann réði vel við, hann endar töluvert hærri fyrir æfingar. Og ég get meiri að sett hérna inn af því að ég setti hérna á stökki. Það alveg spurning hvort það hefði verið sniður að setja bara hreinlega slöngulínur eins og ég gerði með hinn á tölti og þá hefði hann líka endað svona töluvert hærri fyrir æfingar. Annað sem ég langaði að benda ykkur á, og ég setti bara sömu tölur líka hér, að þegar ég sem dómari horfi síðan yfir dómblaðið, þetta hestur sem mjög svipaður, þetta líka klárhestur, hann sýnir hraðabreytingar. Þegar ég fer að horfa yfir hvað hann var að fá fyrir æfingar og ég horfi ekki á meðalengunina fyrir æfingar. Ég horfi svona yfir, heyrðu, hvernig var hann að gangi æfingum? Ok, svona ágætlega. Ég horfi ekki á vægið, ég horfi á tölurnar sem hann var að fá. Vægið vinnur sig upp sjálft, en tölurnar sem hann fær, það það sem ég horfi á. Og ykkur að segja að þá myndi ég frekar hugsa þennan hest í 7 fyrir flæði, nú ég að ruglast á hestum hérna. Það allavega líklegra að þessi hestur færi hérna í 6-5 flæði, en hinn hesturinn sem klárlega að ganga verulega vel hérna og með frekar skemmtilega gangtegundi líka, hann geti farið í 7-7,5 fyrir flæði. Og jafnvel 7,5 því að þetta svo mikið jafna í þessu hjá honum. Og í raun punkturinn út frá þessu bara að leika ykkur svolítið með það í raun hvað haldið þið geti gert vel. Og við viljum í raun náttúrulega alls ekki leta ykkur til þess að gera ekki erfiðari hluti að þið teljið ykkur geta, því að vissulega ef þessi halfpass á tölti segjum að hann verði þessi 6,5 og að þá hún farin að lyfta ykkur tölvertu. Það svona svolítið, þú veist. Þannig að þetta bara punktur sem ég vildi sýna ykkur. Eins ef ég fer hérna í nú allt einu kemst ekki inn í hérna. Þá ætla ég að deila svo aftur skjánum mínum. Ég ennþá á 3. stigi? 2. stigi? Kannski má benda á það líka, Hekla, ég veit ekki hvort að þú munt koma inn á það, en að því herri sem að talan verður fyrir æfingu, því meira náttúrulega gildir vægið eða, þetta náttúrulega margföldun. Þannig að því lægri sem þú erst einlega, ég veit ekki hvort að það ekkert að sýna það, sko. Ef að mínar stærðfræði hæfileikar réttar, þá það þannig. Segð þetta aftur. Að raunverulega sko, því herra einhvern sem þú ferð fyrir æfingu, því meira einlega sko, því náttúrulega stærra útslátu gefur vægið, það ekki? Þannig að það eitthvað margföldu bakvið það, þannig að eins og 5,0 fyrir lokaðsniðgangur, þá ferðu einlega 0,5 pluss, ef þú myndi hækka það upp í 7 til dæmis, báða megin. Svo ætti einlega að vera 7, þá ferðu 7,7. Þannig að ef þú fær 5, þá ferðu 0,5 einlega yfir, en ef þú fær 7, þá ferðu 0,7, sem dálítið mikið meira. Það því betri sem þetta í æfingu, því meira ferðu út úr væginu raunverulega, sko. Algjörlega, bara mjög góð punktur og takk fyrir algjörlega. Þetta mjög góð punktur hjá henni Mette. Og í raun fór ég bara í svipað dæmi svo með 3. stigs knapan. Hér reyndar orðin svolítið mikið af lokuðum sniðgangi. Það lokaður á halfpass á skálindu
lokaður sniðgangur á baug og lokaður sniðgangur á beinuspori. Ég velti alveg fyrir mig hvort að nokkur, en reyndar lokaður sniðgangur á beinuspori á brokki, en þú veist, það líka hægt að benda á það að svona sem það verður svona svolítið einhæf sýning. Og klárlega, jú, vissulega ef allt gengur ofboðslega vel og þú getur þá líka sýnt afköst á tölti eða brokki eða á gangtegundunum, þá það í góðu lagi. En ég ákvað líka að setja inn hérna ákvað að það væri alliðahestur á 3. stigi og þetta sem sagt knapinn sem í raun að sýna vægis meiri æfingar og tekst það svona meðalagi vel. Á móti síðan knapanum sem ákvað að sýna þessar 6-5 æfingar og gera það bara aðeins betur. Og ásamt því punkturinn okkar líka sá að með því að gera æfingarna sem hesturinn jafnvel og knapinn ráða betur við, að þá sjálfsögðu leiði það af sér að sýningin og allt yfirbragð sýningarinnar verður betra. Og það kannski líka punkturinn aðeins með þessum fundi sá að bara að það svo mikilvægt að þið sem knapar eða þeir sem hjálpa einhverjum með gæðingalistarverkefni að það sé þannig að bæði knapi og hestur geti notið sín. Þannig að það var svolítið svona okkar meining með því og endilega leyfið ykkur, þar segja ef þið fáið skjalið í hendurnar, leyfið ykkur aðeins að leika ykkur með það og það var í raun bara meiningi með því að sýna ykkur þetta svona. Og annars held ég nú svo sem Mette, erum við nokkuð að fara eitthvað lengra með þetta? Er þetta ekki bara svona smá innlegg? Þetta var nú eiginlega bara, held ég. Vilt þú eitthvað bæta við? Ég held að þetta sé bara, ég náttúrulega kem svolítið inn á flæði reiðmennska og fegurðarreið til þess að útskýra það þegar auðvitað. Það þannig að ef maður velur við hlutir sem eru krefjandi að þá getur maður fengið herra þar og það líka þannig að ef þú velur 4 æfingar að þá lægsta æfingin þetta náttúrulega út, það ekki? Ekki 4. Þannig að þá gilda bara 3 æfingar. Ef þú velur 5 æfingar þá þetta líka lægsta æfingin út, þannig að þá gilda 4 æfingar og svo framvegis. Þannig að ef þú velur 8 æfingar þá það 7 æfingar sem gilda. Þannig að þú takir sénsinn á því að gera eitthvað sem hugsanlega aðeins erfitt og það gangi ekki vel að þá dettur svo einhvern út og jafnvel ef þú finnur það bara að ok, við erum ekki að fara að gera þetta í dag út af einhverju sem þú finnur á hestinum þínum og þá mun líka, þó þú fáir 0 þá dettur það líka út ef þú velur 4 eða fleiri. En þá ætla ég að fá að deila hérna skjáinn held ég. Ef þú hættir að deila þá reyni ég að deila. Og það sem að mig langaði til þess að fara í, eða sem ég ætla að fara í allavega, sjá, viltu ekki byrja á þessu þarna, svona já. Það þetta leiðarinn fyrir flæði reiðmennska og fegurðarreið, af því að þetta gildir jú 20% af einhvern og það nú ekki bara, það nú bara býsna mikið sko. Nú gilda æfinga 40%, gangtegundir 40% og flæði reiðmennska og fegurðarreið gildi 40% og þetta nú orðin svolítið stór leiðari, þannig ég ætla að fá að búta leiðaranum aðeins niður eða kannski átt að vera manni hérna í heild líka, en það sem sagt skipt niður í flæði, reiðmennsku og fegurðarreið bara, þannig að ég mun taka það svolítið bara fyrir og reyna að útskýra aðeins hvað bak við hugtökin. Og fyrsta atriði það flæði og hérna sjáu þið hvernig leiðarinn lítur út og þá það sem sagt afleitt sýning eða afleitt flæði, þá það órökrétt eða einhæf samsetning. Samsetning og fjölbreytni ábótavant þá milli 2,5 og 5 eða þá 4,5 til þess að fá 5 sem ennilega viðunandi einkunn, þá flæði gott, nokkuð rökrétt og fjölbreytt samsetning. Og svo framvegis og síðan kemur náttúrulega rökrétt og eða fjölbreytt krefjandi samsetning, hnitmiðuð krefjandi framsetning, þar sem eitt leiðir á öðru, gangtegundir og æfingar sýndar á fjölbreyttan hátt. Þá það svona til þess að leita upp í þá átt, en þetta mjög margsamsett leiðari, þannig að dómarar verður svolítið að reyna að staðsetja hérna fyrir innan
í þessu öllu. Dæmi sem ég tók fram að þetta til dæmis eitthvað sem rökrétt, sniðgangur og svo jafnvel afturbaugur. Það sjáum við ofta að maður nota bauginn til þess að undirbúa opna sniðganginn, til þess að ná rétta sveigju hestinum og rétta takt og svo framvegis og síðan ríður maður svo opinn sniðgang út úr baugnum. En það kom nafnið þannig til opinn sniðgang þá kom úr því að opna bauginn. Dæmi krefjandi, þá getur verið til dæmis hraðabreyting á tölti og síðan taumi gefin, hugsanlega brokki eða þess vegna feti af því að í hraðabreyting á tölti það reynir svolítið á ofta allavega ef það tekst vel að hafa hest sem kraftmikill, safnaður, hraðinn fer upp, maður aftur safnar hestinn, ríður gott hægt tölt og síðan að geta sýnt fram að hann líka slakur. Getur hugsanlega sett upp hérna líka skeið, taumi gefin, stökk hraðabreyting, taumi gefin, þannig að maður svolítið að sýna fram að maður hefur gott vald á orkustig hestsins. Einhæft getur til dæmis verið að ríða bara hratt allan tíman, nema kannski akkurat í gegnum skylduæfingarnar eða þá bara hægt allan tíman. Getur verið dæmi að það sé aðeins einhæft en fjölbreytni það getur verið til dæmis upp og niður með orkustig, upp og niður með söfnunarstig eins og þetta dæmi þarna hraðabreyting á tölti taumi gefin, það til dæmis það sko, mjög líklega. Síðan það að ríða bæði á sveigðuspori og hliðargangsæfingar. Þannig en þetta auðvitað frjálst, þess að hvað maður setur upp, en það svona dæmi það sem maður getur haft góð áhrif á flæði og svo náttúrulega bara að sýningi flæðir vel, að það er gott flæði í gegn og það kom ekki upp, þannig að til dæmis bara baugur tilbaka getur stundum virkað svona aðeins eins og að trufla flæði hugsanlega sko. Skulum sjá, nei þetta gæti ekki gert svona. Svona. Nú, svo skiptist þetta niður líka í reiðmennsku og þá af því að þetta heitir flæði, reiðmennska og fegurri reið, reiðmennska náttúrulega svo margt. Reiðmennska allt sem maður gerir eiginlega á hestbaki og þetta ásetta og þetta líkamsbeiting þessa knapans á hestinum, þetta taumsamband, þetta eru fótabendingar, þetta eru sætisabendingar. En það sem tekið saman hérna, það til dæmis það eins og Hekla kom inn á áðan að æfingar, við byrjum fyrir neðan, það sem við viljum ekki sjá, það æfingar hafa slæm áhrif á hestinn. Það til dæmis að hesturinn hann stifnar, hann bindur sig, til dæmis sem að gera stundum í æfingum á tölti og hreinlega bara hesturinn versnar á gangtöndinni. Það sem gott, það náttúrulega æfingar eru frábærlega vel útfærðar, uppfylla skilgreiningarnar og hafa góð áhrif á hestina, jafnvel hesturinn kemur betur út úr æfingunni heldur en hann kom inn í æfinguna, það náttúrulega sérstaklega skemmtilegt. Og síðan höfum við hérna inn í frumlegar útfærslur. Ef manni dettur eitthvað í hug sem að geti verið gott fyrir sinn hest, einhver samsetning, þá getur það, sem kannski aðeins krefjandi, þá það skemmtilegt að sjá fyrir þetta, virkar sem sagt til plús. Síðan bara reiðmennska sjálf, gróf eða aðgerðarlaus reiðmennska. Gróf reiðmennska myndi náttúrulega vera með óþarflega miklar ábendingar gagnvart hestunum og jafnvel þannig að það getur meitt hestinn. Og aðgerðarlaus reiðmennska, það heldur ekkert gott að bæði gera það náttúrulega hestunum kannski gerir lítið, en líka til dæmis knapi á skeiðsbretti á fullri færð sem að gerir ekki til þess að hjálpa hestunum að hægja á sér. Það líka aðgerðarlaus reiðmennska sem ekki gott fyrir hestinn, ekki tillitsamt. Nú reiðmennska viðunandi og kemur hérna og ábendingar í samræmi við verkefnið. Þannig að það má alveg sjást að knapinn að gefa ábendingar. Ennþá betra ef að ábendingar eru lítt sýnilegar, eins og kemur hérna fyrir ofan. Góð reiðmennska og léttleikandi, lítt sýnilegar ábendingar. Það sem að maður getur svona, það verður ekki mjög áberandi, það verður ekki eins og knapinn að reyna að sýna þegar hvaða ábendingar hann að nota. Það myndi vera þannig að nett og góð reiðmennska einkenni þess að það þarf svo litlar ábendingar að það varla sýnilegt og kannski ekki sýnilegt og knaparnum líður eins og hesturinn ger bara það sem hann að hugsa nánast. Það er frábær tilfinning. Nú frábær reiðmennska sem sýnir áræðni og dirfsku en tillitssemi, það í toppnum hjá okkur. Þannig að við viljum gjarnan sjá áræðina knapa,
djarfa knapa sem að þora að láta hestinn gera hluti af því að hestar geta gert alveg helling en samt tillitsamur við hestinn. Síðan kemur líka inn í þessu gangskiptingar. Gangskiptingar er spegilmynd oft samspil knapa og hests og það sést oft svo vel hvernig sambandið hefur verið þegar hesturinn tekur nýja gangtönd. Og dæmi góða gangskiptingar að þær eru öruggar og frekar og stuttar og hesturinn strax góður á næstu gangtönd. Það sjáðu hérna uppi milli 8, 5 og 10. Það það besta sem maður getur hugsað sér. Það sem maður vill ekki sjá, það eru slæmar gangskiptingar sem til dæmis að hesturinn hann mjög vondur fyrst á nýju gangtöndinni. Gangskiptin jafnvel tekur mjög langan tíma og hesturinn missir form og jafnvægi og skulum segja að það sem mjög algengt, það sett upp á stökk einhvers staðar á miðri skamlið og hesturinn alveg slitnar í sundur og verður mjög langur og spenntur og það vont fyrir hann af því að hann upplifir spennu og jafnvægisleysi sem að hestum líkar ekki og svo knapinn jafnvel bara hálf og langleiðan að reyna að ná einhver smá stjórn á hestinum. Þannig að það til frádráttar. Ok, skulum þá ganga aðeins lengra hérna. Þetta var sem sagt reiðmennskan. Og hugsanlega eitthvað meira hérna, já, bara smá punktar reiðmennska og náttúrulega þarna inni kemur ásetan. Góð áseta sem truflar ekki hestið, það kannski svona fyrsta skilyrði. Hvort hún falleg eða ekki falleg, fyrst og fremst þá hún náttúrulega verið góð fyrir hestinn, oft hún þá líka falleg og síðan og náttúrulega bætir heildarmyndin ef að ásetan er líka falleg, en fyrst og fremst þá hún að vera að ekki trufla hestinn og hjálpa hestinu með verkefnið. Maður myndi segja að maður vill gjarnan hafa sem minnstan taumþrýsting og já, af því að álag af munni hestsins og það álag sem fer að munni hestsins, það fer líka á hnakka hestsins, það fer líka á háls hestsins, það fer líka á bak hestsins. Og það getur verið, náttúrulega það bara óþægindi fyrir hestinn, en það þarf ekki að ríða við slakantaum, það má alveg gjarnan vera taumsamband og gott taumsamband, en ekki of mikinn taumþrýsting. Lítt sýnilegar ábendingar eins og við búum að koma inn á, en reiðmennska sem ekki góð, ég hefur náttúrulega átt að setja mínus hægra megin, þung eða stíf áseta, knapi sem situr kannski aftarlega í hnakknum og situr þungt niður á setbeinunum og dreifir ekki þungan yfir síður á hestinum og niður í ístöð. Svo kölluð pressuáseta sem setur mikinn þrýsting, þess að hægt að setja þungt og slaft, það er líka hægt að setja og pressa einhvern veginn niður í bakið á hestinum og það finnst hestum yfirleitt óþægilegt og kemur oft í veg fyrir að það ná að halda bakinu uppi sem getur síðan valdið að hesturinn verður órólegur í beisli og getur náttúrulega haft mjög margt í för með sér. Ég skrifa hérna sag og jag í tauminn ef maður sér að hesturinn gengur stöðugt og hendur hausnum fram og tilbaka til hliðar og eða mélin ganga sitt og hvað út úr munnvík hestins. Það svolítið mikið áreiti á hestinum. Þannig að það ekki, vill maður helst ekki sjá. Það getur líka bara meitt hestinn. Merki gott taumsamband, það raunverulega að hesturinn bara nokkuð stöðugur og ekki að reyna að komast út úr sambandinu. Stöðugur en hreyfir sig. Það er ekki að tala um að hann sé frosinn, heldur hann sé stöðugur en taumsambandið það leyfir hestinum að hreyfa sig. Þvingandi ábendingar og taumhald líka neikvætt og áberandi ábendingar eða grófar ábendingar eins og við erum búin að koma inn á. Sjá, við erum að finna músana minna aftur. Þá komum við að fegur í reið sem er nú stór þáttur og kemur inn víða í íslenska reiðmennsku, bæði í kynbóttadóm og í gæðingakeppni og þetta kemur úr hugtökin hérna, koma mikið úr gæðingakeppni, keppnisleiðarann. En hérna sjáum við það skipt upp í líkamsbeitingu, það skipt upp í jarðbundin eða eiginlega framhæð og jafnvægi hestsins, það síðan fas og fegurð og samspil og höfuburð eða hvernig hesturinn ber sig til með háls og höfuð. Og síðan kemur hérna kemur kannski meira inn í jafnvægi hvort að hesturinn framþungur eða ekki framþungur. Það sem sagt líkamsbeiting kannski mest hvernig hesturinn ber sig til, hvernig líkamsstaðan hans auðvitað hreyfingar líka. Meira kemur inn með hreyfingar í fjæðurmagninu og sveigjanleika og hesturinn gangur í gegnum sig.
En við komum aðeins betur inn á þetta verður allt saman útskýrt. Líkamsbeiting, þá getur maður hugsað sér svolítið þannig að þetta er svona normal hesturinn. Þessi hestur hérna, hann notar, og ef maður horfir á þetta þá sér maður að þetta, sagt, að hann er með hálsinn aðeins tegnan fram, hann er með hnakkan sem er, veit hvað þetta sést, hvað þetta er með einhver svona bímur á þetta, sjálfsagt ekki. Sjáðu þið öruna mína, Hekla? Já, ok. Hnakkinn er hérna og þetta svo kallað hnakkaband, með því að það sé strekt fram, það hjálpar það bakinu að halda sér uppi. Líka það ef að hesturinn er virkur aftan, það hjálpar það líka bakinu að halda sér uppi og okkar það að við setjumst á hestinn, það náttúrulega hefur þau áhrif að baki sæki niður og ef að baki verður fattað það verður svolítið erfitt fyrir hestinn að framkvæma alveg hellings af hlutum. Og verður allt einlega svolítið erfitt fyrir hann og þetta getur maður kallað fyrir hlutfallsleg reising, þannig að hesturinn hann hefur hálsinn það mikið reistan að hann getur samt haldið bakinu uppi. Og þá getur hann líka bæði hreyft bakið upp og niður, síðan er þetta fram og niður, þetta er nú líka æfing, það sem að hesturinn teygir hnakkan fyrir neðan herðakamb, hérna er herðakampurinn, hérna er hnakkinn, er með nefið fyrir fram á lóðlínu, hérna strekkir hann á bakið aðeins upp og það leyfir honum það að koma inn undir sig aftan. Og þannig virkar þetta samspil háls og afturluta hestsins að hálsinn með því að teygjast aðeins fram og halda lengdi yfir linni, heldur að bakið uppi, afturlutin kemur inn undir og heldur líka bakinu uppi. Og þetta er mjög mikilvæg þáttur af líkamsbeitingunni, það er þetta, og hérna sjáum við fram og niður bara á hesti út af braut, þessi hestur mætti náttúrulega vera aðeins opnari kverk, hún er ekki alveg með nefið fyrir fram á lóðlínu en teygir sig vel niður og lengir hálsinn vel. Nú það gagnstæða, það er eiginlega þessi fattihestur og þar eru háþorni í hættu, háþornin það er sem sagt hryggjatindar hérna og ef maður situr hérna þá þrýstir maður bakið ennþá meira niður og þetta hefur mjög litla burðargetu og hérna komum við inn á líkamsbeiting slæm, líkamsbeiting ábótavand eftir í hvað er stór hluti af verkefninu sem að, þetta var alveg vitlaus átt hjá mér. Svona. Þetta gerir það að kviðarnir verða slappir, hesturinn nær ekki afturfótunum inn undir sig, verður oft framþungur eða latur og hvatning verður yfirleitt erfið og oft tekur þessi hestur svolítið mikið á móti tauminn, þannig að þetta er ekki góð líkamsbeiting þó að hnakkinn er efsti punktur og þó að nefið er fyrir fram á lóðlínu, það er hálsrótin hérna niðri og bakið svagt og fatt. Líkamsbeiting, þessi er nú með mikla reysingu en þessi hestur hann er búinn að lenda í aðeins vandræðum, hann er nánast alveg og svona hann er öðruvísi fattur en hinn hesturinn en hann er það sveigður í bakinu hérna, það er akkurat þar sem að knapinn situr og þetta mun ítast meira niður og þessi aftarlega hluta af bakinu hérna, hann er mjög veiklulegur af því að það er engin rifbein sem að hjálpa honum að halda sér uppi. Þannig að ef maður situr þarna og þá ítast afturfætturna aðeins aftur og þeir ná ekki að koma inn undir hestinn. Hálsinn er reistur og það er oft erfitt að ná góðu taumsamandi við svona hest eins og þetta. Getur virkað svona freka fínt að setjast á bakvana þannig að það er oft mjúkur og virkað þjáll og svona en það er svolítið erfitt að fá hann til að bera vel og gera marga hluti, bæði framkvæma æfingar og ganga vel á hægu tölti, ég tala ekki að reyna að skeiða svona, það er mjög langt frá því að vera líklegt að fara á hesti sem er svona fyrst og reyna að leggja á skeið sem er til dæmis líka brokk, það verður oft mjög sviflítið, mjög lítil afturfótaspyrna, oft byrja þessir hestur líka að svona taka eins að móti tauminn, þannig að þetta er dæmi ekki góða líkamsbeitingu. Og það er ekki þar með sagt, og þetta eru ekki eldveikir, takið eftir, að það er ekki þar með sagt að allir sem að líta aðeins svona út smástund að þeir fara bara niður fyrir 5, alls ekki. Það getur vel verið að hesturinn sé svona smá og svo er hann eitthvað öðruvísi, en þetta er bara dæmi líkamsbeiting sem er ekki góð fyrir hestina því að það virkar svo illa fyrir hann að vera með mann á baki í þessari stöðu. Þó hann er eiginlega svolítið glæsilegur svona. Ofsa reistur, ofsa tignalegur, alveg hausinn í lóð, en það kemur sér illa fyrir hann að sveigja hálsinn hérna í annarri hálslið. Því að þá slakt bara á þessu öllu kerfi sem að heldur baki á honum uppi.
Nú, þetta eiginlega raunverulega frekar líkt þessu að vera með yfirbeygðan háls niður að þá getur þú strekkt bakið upp. Veist, hestar sem lenda mikið bakvið það kannski virkar eins og þau séu með bakið uppi en þeir þá verða stífir í lendinni og þetta er nú hlutur sem er búið að rannsaka aðeins og þetta stemmir alveg að þeir ná heldur ekki afturfótunum vel inn undir sig. Lendin verður flöt og það verður alltaf ekki gott fyrir hestinu ganga í þessari stöðu enda sem betur fer sjáum við nú þetta ekki oft en það getur verið einhverja gráður í þessa átt sem að líka virka vel. Hérna sér náttúrulega hesturinn mjög takmarkað sem er ekki gott fyrir hann. Getur verið líka erfitt með öndun af því að hálsinn pressa saman og það er nú reyndar í myndinni hérna fyrir ofan líka, hann mun ekki hafa þessi hestur, það er erfitt fyrir hann að draga andan vel þannig að hann verður oft mjög andstuttur og getur virkað svona aðeins másandi. Það er ekki að því að hún auðvitað finnst hún það erfitt en það getur verið bæði út af aðeins þrengsli og líka bara því að hann næri ekki að þenja brjóstkassann. Aðeins með áfram með líkamsbeiting þá er það eiginlega brjóstkassi hestinn sem ef maður sér þetta er þversnitt af hestinum fram á frá. Þessi hestur hérna vinstra megin, hann er með brjóstkassan uppi, þessi hægra megin, hann lætur brjóstkassan síga og það getur maður sett hérna þessi hestur sem er hérna vinstra megin, hann er líka safnaður, hann gengur með hálsrótin uppi, hann gengur með ristan háls, hann gengur líka með baki uppi á fellilend og kreppir allan afturlutan, þannig að það er það sem er átt við með söfnun. Afturlutin er náttúrulega hérna mjög mikilvægur í þessu og hérna sjáum við hvernig hann hjálpar til að halda bakinu uppi. Og líka eru slöngvuvöðvar hérna sem hjálpa til að halda framlutan uppi. Þeir eru hins vegar slappir hérna og þá er brjóstkassi niðri. Og það sem er svolítið mikilvægt að átta sig á hérna, það er að þessi hestur hérna, þó að það sé búið að laga honum höfuðburðinn, það er bakið alveg í sömu stillingu og raunverulega ekkit betri. Og þetta sér maður stundum að það er bara búið að laga til höfuðburðinn en bakið er ekki komið upp og afturfætnan er ekki kominir undir. Og raunverulega er hann bara síður en svo í betri stöðu heldur en þessi hestur sem er bara fattur. Skulum sjá, já, svo erum við komin inn á næsta atriði og þá erum við farin að tala um skulum sjá, hvernig virkar nú þetta? Já, þetta er sem sagt fjæðurmagn. Það er og þegar maður talar fjæðurmagn, það kemur svolítið inn á það með hreyfingar. Hestur jarðbundinn eða lággengur, það er sem sagt hestur sem lyftir sig lítið frá jörðinni, hann er talið vera jarðbundinn. Hestur sem er með lítið fjæðurmagn á tölti til dæmis, hann er jarðbundinn. Á meðan hestur sem er með léttar háar hreyfingar eins og er á fyrstu myndinni, það er hestur með fjæðurmagn. Fjæðurmagn gerir það að það er þægilegra að sitja á hestunum. Hann virkar eins og hann sé á gormum og þið getur séð þessa tvo hesta. Þetta er þetta sami hestur með nokkur ára millibil. Annar hann svolítið rúlar eins og hann sé með eins og maður sé á hjólburum en það sé maður að hesturinn svona aðeins á bislinu og það stefnir allt saman aðeins niður í móti og það verður mjög lítið loft milli framfótanna á hestinum. Á meðan hesturinn sem er hérna vinstra megin, hann gengur aðeins meira eins og á gormum og fram og það er það sem er oft átt við fjæðurmagn. Brokk verður yfirleitt svifmeira, þess að hesturinn er lengri tíma á lofti. Stökk verður líka framherra og svifmeira, það er svolítið eins og hann, bara eins og hann gengur á gormum. Á meðan hestur sem er jarðbundinn, hann er svolítið eins og kannski þessi kall með hjólböru, þó hann er nú með peninga á hjólbörunum, það er eins og það sé jafnvel líka bara sprungið á hjólbörunum og allt verður svolítið þungt. Já, ég ætla að hoppa fram hjá þessu. Þetta er nú bara einlega það sama með bara skilgreining af söfnun, hesturinn fellir lend og kreppir afturfætur, miðja baksins lyftist og rót hálsins lyftist. Afturfætur spyrna og baki fettist þegar hesturinn er fattur, það er eiginlega það öfuga við það og hálsrótin dettur niður. Hérna sjáum við myndir af hesti sem ég myndi nú ekki segja að rauði hesturinn sem er hágangur frá Narfastöðum, ég myndi nú ekki segja að hann er safnaður á þessa mynd, hann er sjálfsagt bara á svona tæpla millifæra tölti en hann gengur samt kveldur eins og hesturinn eins og myndin á hinum hestunum að meðan jarparissan hérna, hún er klárlega með stefnur niðri móti og er náttúrulega fött hérna í bakinu
Hnakkinn hérna sér maður er bara fyrir ofan hálsrótin, hérna náttúrulega kemur rót hálsins út af hestinum, þannig að þetta er mjög vond staða fyrir hana að ganga í, ekki gott fyrir bakið á henni, ekki gott fyrir taumsambandið, ekki gott fyrir ending hestins. Ef við höldum aðeins áfram að þá erum við komin hérna með aðeins inn með höfuðburð og þá sér maður hérna neðs sem er vinstra megin alltaf. Það er ósáttur hestur sem að fer illa í reið, jafnvel ganir. Gan er nú gamalt orð úr geðingaleiðaranum og það þýðir nú eiginlega bara að hesturinn setur eiginlega nefið beint fram. Við sjáum nú ekki mikið af því núna en við sjáum það reyndar inn á milli. Og það er uppi það að vera áberandi gallar í höfuðburði, uppi mjög vel borinn háls með nef fyrir fram að lóðlínu, samspil frábært frábærlega borinn háls með nef fyrir fram að lóðlínu og það tala svolítið það að nefið sé fyrir fram á lóðlínu sem er mikilvægt. Það er líka hægt að sjá hérna að gjarnan viljum við að hesturinn sé með aðeins vist opna kverk, að hann eiginlega vegna þess að hann þenur hálsinn fram að þess vegna er hann kveldur, ekki af því að hann setur nefið aftur á baki eins og maður sér hérna aðeins á myndinni vinstra megin. Það er ekki mjög kannski getur verið erfitt að sjá þetta á lóðunum í íslenskum hestum á þessum tíma, hvort það er. En hérna hefur svo mikið að segja hvernig hálsinn á hestunum er fyrir, hvernig bakið er meðal annars. Annars sem mun að hafa áhrif, það er náttúrulega hversu reistur hesturinn er. Að það er alveg hugsanlegt að sami hálsinn, ef að hesturinn lækkar reisingu, það fer neflínan aðeins fyrir aftan lóð og það er í raun og veru ekki alvarlegt svona. En þegar maður er að sýna hestinn fram í keppni, þó að hann skyldi fara stundum aðeins bak við lóðlínu í þjálfun og svona, þá reynir maður að hafa það ekki þannig í keppni, það er ekki talið gott, það er talið að hesturinn á að vera með nef aðeins fyrir framan lóðlínu og með aðeins opinn háls þannig að getur haldið hálsrótin uppi. Hálsrótin er sem sagt þetta svæði hérna og það þarf svolítið að reyna að rétta úr hálsinum hérna. Bara aðeins til gamans, mismandi höfuðburð. Hérna erum við sama með velborinn háls með nef í eða fyrir fram á lóðlínu, mjög velborinn háls með nef fram á við lóðlínu, frábærlega borinn háls með nef fram á við lóðlínu. Og einlega getur maður hugsað sér að því reistari sem hesturinn er, því mikilvægara er einlega nefið fyrir fram á lóðlínu, eins og ég sýndi á myndin hérna áðan. Svona, vitlaus hérna. Ups. Hvað er hann að gera núna? Svona. Eins og hérna sjáðu þið að til dæmis að ef að hesturinn er reistur að þá er það mikilvægara, ef hann er lágreistur þá er það eiginlega sami vingillinn samt. Hérna getur maður aðeins verið að leika sér með það að yfirleitt að þá vill maður alltaf sjá hnakkan sem efsta punkt og hnakkinn er hérna. Hérna eru herðarnar, hérna til dæmis getum við verið að tala fram- og niðuræfinguna þar sem hnakkinn er komin rétt fyrir neðan herðakamp. Hann er ennþá aðeins opinn hérna með neflínuna fyrir framann. Þessar myndir eru búin að taka úr hérna rannsóknum. Það er búin að rannsaka þessa mismunandi head and neck position fyrir þetta töluvert. Og hérna er eiginlega það sem er talið, allavega þessi þrír hérna hægra menn er talið góðir, þessi vinstra menn reyndar sýndi í rannsóknum aðeins stífni í bækinu og þetta var talið að hesturinn væri ofreistur í þessu, en þessar myndir hérna eru svona, en þetta er reynilega það sem er talað, pointið með þetta er reynilega að þetta er það sem er talað ef maður talar lóðlínu, þá er það eiginlega þessi lína frá enni hestsins og niður sem maður er að tala þannig að þessir hestar allir eru með nefið fyrir fram á lóðlínu. Þeir eru líka, fyrir utan HNP6 hérna, þá eru allir líka með hnakkan sem hæsta punkt og ef þið hafi verið eitthvað að setja ykkur inn í reiðmennsku þá hafið þið örugglega rekist á þetta og þetta er það sem það er átt við. Það er bara þetta, hnakkinn er efsti punktur. Gallar í höfuðburði, fer illa í reið, áberandi gallar í höfuðburði getur verið til dæmis þessi sem er bara fattur hérna í hálsinum með mikinn undirháls, er búin að sleppa hálsrótin niður, þó hann sé með hnakkan sem eftirpunkt og þó hann sé með nef fyrir fram á lóðlínu, þá er þetta ekki góður höfuðburður af því að það heldur saman með hálsinum. Síðan kemur þessi sem er aðeins kannski umdeildur, en hérna sjáum við að hnakkinn ekki efsti punktur, þarna er svona miðjan hálsins eða ekki miðjan. Það er ekki rétt að segja. Framalega hálsinum er efsti punktur þannig að þessi hestur er aðeins mikið ofsveigður hérna að framanverðu. Hann er líka með nefi sjáði hérna fyrir aftanlóð.
Við sjá að þessi fóru fram á lóð, þessi fóru aftan á lóð. Þannig að þessi myndum að segja væri bara bak við lóð. Og þessi er alltaf mjög mikið með hnakkan mikið fyrir neðan herðakamb og mjög mikið fyrir aftan lóð. Þannig að þá erum við bara búin að pæla eins í bara akkurat höfuðburð og þetta er náttúrulega bara til þess að aðeins að skilgreina hugtökin, hvað er átt við. Þetta er höfuðburður, hitt var með bakið og söfnun og kreppa í afturhlutan og svo framvegis. Ég held að við hoppum bara yfir þetta er eiginlega svolítið bara mynd af þessu að hesturinn er með of stuttan hálslótið dettur, nei við hoppum ekki yfir þetta greinilega. Getur klemt kirtla í hálsinum, getur gert öndun aðeins erfið, þar fer í staðan fyrir að ennið fer fram, þá fer ennið niður og munnurinn fer niður aftur á bak. Og við viljum helst ekki sjá þetta. Sama hérna getur maður séð eitt hross sem er eiginlega bakvið og eitt hross sem er með nefið fyrir framan lóðlínu á brokki. Hoppum við yfir þetta. Síðan er verið að tala um ósætti á. Hvað er það nú? Ósætti myndi vera til dæmis það að hesturinn gapir ítrekað og lengi. Í þess að opna munnin ítrekað og lengi og gapir svolítið oft svona, og maður svona hugsa sko að hesturinn á að vera lifandi munn, hann á að geta lyft mélunum með tunguna, hann á að japla mjúklega, má alveg hreyfa munnin, en það hesturinn svona gapir svolítið svona, spennir múlinn upp og heldur munnin opinn yfir lengri tíma. Og það sumir sem hafa verið að leika sér aðeins með sko kannski 4-5 sekúndur einu með munnin opinn, þá erum við farin að tala um gap. Að hesturinn japlar, þó hann haldi varirnar aðeins í sundur, það er ekkert endilega gap, það er bara hestur sem er svolítið aktífur í munninum og er svolítið annars eðlis. Mikill og viðvarandi taglsláttur, það er alveg eðlilegt að hestar hreyfa taglið, það er ekkert endilega merkjum það að hann er mjög fúll, sumir hestar hreyfa taglið meira en aðrir, en ef það er viðvarandi taglsláttur, kannski bara í bara marga sekúndur að taglið stoppar ekki, það er allt annað heldur en að taglið hreyfist til inn á milli. Nú hestur sem tekur á móti tauminn, alveg greinilega við togar í tauminn, annaðhvort niður á við eða upp á við, oft sama við gap, það er líka merki ósæti. Og líka hestur sem bregst illa við ábendingum. Hérna náttúrulega erfitt að finna út sko hestur sem hunsar ábendingar er kannski erfiðar að sjá, það bara mun maður kannski fara að sjá ábendingarnar, en ef hann bregst illa við ábendingum getur til dæmis verið að fara á móti fætinum, alltaf að slá taglið, henda hausnum upp, mikill óstöðuleiki og svo framvegis, og eða það að hesturinn breytir ítrekað og snöggt form, það er líka svona merki einhvers konar jafnvægi. Þannig að fjarvera af þessu, samspil mjög gott að þá finnst manni hesturinn vera að bíða eftir knapanum, hann er svolítið svona með jákvæða spennu, gagnvart getur maður sagt, að gera næsta hlut, hann er vakandi, hann er samt til í að slaka og hann er þjáll þegar á að hægja, það kom ekki mótmæli þar. Skulum sjá. Hérna kemur sami hesturinn aftur og þá erum við farin að tala um jafnvægi, áðan var ég að tala um fjæðumagn, það að hesturinn lyftir sér upp að framan, en þó ég nota sömu myndirnar, það var nú kannski, hefði getað fundið betra, en lengdarjafnvægi, það er að segja, hesturinn er í frábæru jafnvægi, þá myndum að segja að hesturinn er framþungur, þá er það þessi lína hérna sem er í áttina niður í hestinum. Og þá er hann að bera meiri þunga á framlutanum í lengri tíma. Þegar þessi lína hallar í hina áttina, þá fer hann að bera með afturfætunni lengra tíma en framfætunar. Og það er merki góða þjálfun, þessi hestur hann verður þjálli, hann verður léttari og hann verður meira tilbúinn bæði að gefa í og hægja á sér. Þannig að þetta lengdarjafnvægi, það er hluti af jafnvæginu, frábært jafnvægi, það myndi vera það. Svo komum við líka hérna inn að dillandi mjúkur hestur, sveigjanleiki frábær, ég veit hvort að við komum inn á það neitt meira hérna, þannig að sömu myndirna bara aftur hérna. Við mátt henda þessu út, en ég þarna væri búin að setja inn þessar línur reyndar. Sjá. Nú lengdarjafnvægi var þetta, þess að framárhestur eða framþungarhestur. Hliðarjafnvægi hins vegar, það er hestur sem er samsporað eða ósamsporað. Þannig að hestur sem gengur skakkur, það hefur líka með jafnvægi að gera. Það sést mjög vel ef maður ríður áttu til dæmis beint fyrir fram á dómarann og skiptir, þá sér maður hvort að hesturinn heldur sér uppi eða hvort hann fer að halla í aðra hvora áttina.
Og það hefur líka með jafnvægi að gera. Nú síðan sveigjanleiki, myndum maður einlega geta sagt að sveigjanlegur hestur, hann laus við líkamlega spennu, stifni og heftar hreyfingar. Hann með gegnumflæði hreyfinga og hreyfingi skila sér í gegnum virku baki. Og það sem náttúrulega svona alveg klassist, það að sjá hest sem að stokka tagla á tölti. Þar sem maður sér hreyfingi skila sér alla leið í gegn, maður sér líka hreyfing fram í hálsinn á hestunum, manni finnst eins og bara allur hesturinn, hann bara að allir vöðvarnir hestunum spila saman. Hann ekki bara í einhverju uppstiltu ytra formi, þá það getur verið góð líkamsstaða. Þá viljum við gjarnan sjá að hann hreyfir sér í gegnum sér og það góð hliðasveigja þegar hann sveigir sér til hliðar og líka þegar maður sér hann í prófíl og þá sér maður að hreyfingi skila sér bæði fram og aftur úr. Hálsinar hreyfingu, baki hreyfist aðeins, taglið og svo framvegis. Svo að hesturinn, hann á reyndar bara að stokka tagla á tölti. Ef að hestur stokka tagla á brokki, þá það merki virknisleysi í bakinu og fjórtakt. Ef hann stokka tagla á skeiði, þá það væntanlega líka merki fjórtakt. Þannig að stokka tagl, það sem sagt þessi bylgjandi hreyfing sem í taglinu, eiginlega merki fjórtakt. Sést reyndar ekki á feti vegna þess að á feti þá hreyfir hesturinn sér reynilega bara aðeins meira til hliðar, þannig að það kemur reynilega hliðarsveifla á fetinu. En þetta eru sem sagt merki það að hesturinn sé sveigjanlegur og með gegnumflæði hreyfinga. Nú, þá held ég komin svona í gegnum þennan leiðara og þá langaði mig bara aðeins til að benda á bara alveg til í lokin að hvernig var hugsað völlin og hérna sjáum við þennan típiska völl með gæðingalist. Þarna eru 5 brosandi dómarar. Og þetta getur verið, þetta náttúrulega mjög breytileg svæði, þetta getur verið niður í ekki 40 metrar sem minnsta eða 50 og þetta getur verið uppi náttúrulega núna verða bara mjög langt. Ég man ekki hvað stærsta höllin okkar núna á Íslandi en af því að það tímatakmörkun. Að það verður maður aðeins að hugsa hvernig maður ætlar að gera hlutina og líka sjónar á dómaran sé sem best. Og þá hugsa ég oft, og ég veit að það eru fleiri sem gera það, hugsa annan völl inn í vellinum til þess að sýna æfingar. Og æfingar og æfingar náttúrulega ekki bara hliðargangsæfingar, það eru líka hringir og slöngulínur. Ég ekki að segja að það má ekki ríða fyrir utan þetta, en þetta getur verið svolítið gott að hugsa, ok, hérna fyrir innan og jafnvel þegar maður að æfa sig, setja bara keilur og æfa sig að ríða inn í aðeins minna völl, síðan fer maður bara út, þegar maður ætlar að sýna afköst, þá getur maður farið út og skipta yfir allan völlin og maður getur riðið greittöld og stökku allt mögulegt og svo kannski hugsanlega hugsa sér þetta litla svæði fyrir innan. Að það getur svona stytti tíman og gera það svona kannski líka auðveldara fyrir dómarana að dæma og eins og við komum inn á síðast þá skiptir máli með sjónar á dómarana ef maður vill fá réttan dóm og rétt mat á það sem að gera þá er best að dómaran sé með sem besta sjónarhornið. Þá held ég að þetta nú búið að fara í gegnum þennan leiðara og vonandi hefur þetta eitthvað skýrt þessi hugtök sem við erum að nota í leiðarann og hvað bak við þau og ég ætla að hætta að deila þessu og þá erum við með dæmi sýningu og þetta við vorum með síðast með dæmi sýningar sem voru skulum sjá hérna sem að voru með ýmsar útfærslur, það var mikið riðið lokaðan sniðgang á tölti bæði að baugum og slöngulínum og beint og það var halfpass og bisna, bara erfiðar æfingar. Núna langar okkur til að sýna, ég þarf að setja linkin inn, já, það ekki, inn á, og við gerum þetta þannig að ég set núna linkin inn á chatinu og vegna þess að það svo erfitt að deila sem sagt, ég muni gera það samt en það langt best ef þið farið núna inn á chatið og takið þarna niður linkin, komið ykkur bara fyrir sem sagt, inn á skjáin hjá okkur og ég mun telja upp á 3 eða eitthvað, 3, 1, 2, 3 eða 1, 2 og byrja ætla ég að segja og þá byrjum við sem sagt frá 0. Þannig að ég ætla þá að deila skjáinn, vonandi eru allir tilbúnir í þessu. Já, við náttúrulega líka vorum svona aðeins að hugsa þetta, það ekki bara
langaði að koma með eitt innlegg í viðbót í sýningu og kannski sýningu þar sem væri verið að sýna kannski aðeins öðruvísi æfingar heldur en við sýndum síðast og það eina sem að því það var náttúrulega, við vorum kallaða kannski hvatvísar í gær Mette þegar við ákváðum að fara af stað með þennan knapafund með stuttu fyrirvara, en það var gert bara, létum þetta ganga, en þá varum við aðeins í vandræði með að finna sýningar inni sem í raun bara óhætt að sýna, þú veist, núna á miðju keppnistímabili, þannig að það var tekin ein skemmtileg sýning reyndar úti, en af hesti sem komin á ellulaun það ekki og ekki Jú. að fara að keppa allan á þessu keppnistímabili eða hvað? Nei, hann ekki að fara að gera það og það líka bara hvatning til þess að þið skoðið það hjá okkur sem og talið við ykkar hestamannafélög það að hafa gæðingalist úti, það alveg ógeðslega gaman. Við gerðum það á Íslandsmótinu á Hólum 2021, þá riðum við gæðingalist á útivelli með opið svæði í miðjunni og það var bara alveg stuð sko. Það var mjög skemmtilegt. En ég starta þessu og síðan ætlaði þú að taka við að lýsa þessu Hekla svona mestu leyti. Þannig að á ég að byrja að telja upp núna. Ertu tilbúin? Bara 1, 2 og 5, nei, ég að tjóka. 1, 2 og 3. Ok, ég ætla að starta þessu. 1, 2 og byrja. Já, þú átt hjá okkur að taka hljóðið af, en hér sem sagt knapinn byrjaður og að sýna okkur, við reyndar að benda ykkur á það að dómararnir í raun hinum megin við völlinn og hér var reyndar mjög fín og skemmtilegur opinn sniðgangur upp á vinstri hönd og í raun í áttina að dómurunum. Hesturinn gekk mjög frjáls í þeirri æfingu og hér kemur opinn sniðgangur til hægri hjá knapanum og hér svona sjáum við svona aðeins að það verður svona aðeins, knapinn næri ekki alveg góður í sveigja á hann og það var svona svolítið mikill munur á æfingunum, þar að segja að fyrri æfingin gekk töluvert betur þó að hinn hafi nú ekkert verið neitt ofsalega slæm heldur. Svona svolítið hratt líka kannski en mjög skemmtileg þjálfun í hestunum. Sammála og hér koma síðan rosalega liprar og skemmtilegar slöngulínur á tölti og svona í framhaldi af þessu flotta útskýringum frá þér Mette, það var svolítið gaman líka að sjá í raun að hesturinn gengur svona dillandi skemmtilega og hann sýnir til dæmis þetta sem varst að tala með hann stokki taglið, þú veist, þegar hann kemur, þannig að þarna svolítið gaman að sjá þetta og svona frekar lipurt og mér finnst það líka svolítið skemmtileg lýsing úr leiðaranum. Mér finnst alltaf svolítið gaman því ég geti sagt, mikið óskaplega var þetta lipurt. Og hér kemur gangskipting yfir í brokk og hér knapinn að sýna okkur opinn sniðgang til hægri á brokki. Það svona örlítið sama, svona, en þarna dettur hann til dæmis í lokin inn í nokkuð skemmtilega æfingu, ekkert ofboðslega virka, en svona hesturinn fór samt að hann hægði svona aðeins skemmtilega á skrefunum og kannski líka punkturinn þinn Mette sem þú sagði að hún væri svolítið hröð æfingin áðan, en til dæmis hér í raun kemur opinn til vinstri og þá svona aðeins hægist á skrefunum, örlar á öllum fjórtakti þarna í loka æfingarinnar og allt þetta eitthvað svona sem allavega tekið til greina. En áfram í raun það sem allavega svona mér finnst gaman að horfa á þessi svona lipurð í taumsambandi, knapi fylgir hestinum vel. Það kemur 8. Hér 8 og hér þetta sem við tala líka með samspora hestur. Aðeins hendir hann sér svona örlítið yfir til vinstri þegar hann fór yfir á vinstri bauginn en ekki var það nú mikið og knapinn í raun bara svona leiðrétti það við hestinn. Ég var náttúrulega ekki alveg viss, lokaði hann áttunni með það? Nei, hann gerði það nefnilega ekki. Þetta var fyrir þá reglu. Þetta fyrir þá reglu, en hann hefði í raun átt að loka áttunni til hægri. En hér kemur ein af frjálsuæfingunum sem kom nú út frá þessu pari og það var það þegar að sýna skeið með aðra höndina á taum. Hér það framkvæmt alveg listilega skemmtilega og svona
bara virkilega skemmtileg útfærsla hér á þeirri æfingu og hesturinn tekur mjög skemmtilega á því og í framhaldinu afkasta mikið hölt og áfram ef við tölum aðeins hvar hálsinn og þessi hestur svona gengur að mestu mjög skemmtilega frjáls í sínu verkefni og svona tilbúin, hvað segir maður, bara svona tilbúin að taka á því og fara fram með knapann sínum jákvæður. Það svona allavega það sem mér finnst gegnum verkefnið og hér er svo knapinn að leyfa sig líka sína að hann hafi stjórn svona á að ríða eins hægar en orkan ennþá mikil orka og svo eru þessar gangskiptingar sem við höfum verið að tala líka og áfram svona, þú veist, það ekkert endilega einhver ofboðsleg söfnun en þetta svona lipurð og hér kemur til dæmis alveg mjög skemmtilegur að við sjáum reyndar æfinguna ekki oft frá þessu sjónarhorni, það að segja frá ytri hliðinni, en hann leit allan að verulega skemmtilega út þessi lokaði sniðgangur til hægri, sérstaklega fyrri hlutin á æfingunni. Og hér kemur knapinn inn í æfingu sem heitir taumur gefinn fram, 3 sekúndur, og þá erum við svo sem ekkert, við viljum bara aðalega sjá að hesturinn knapinn geti slakað og hesturinn viðheldur því, jú, í 3 sekúndur, en ég get alveg sagt ykkur það að við erum ekki að telja 1, 2, 3. Þetta bara viðmið fyrir okkur knapan að hugsa, það slakað og hesturinn já, eitthvað sem við bæta við þarna með þetta. Já, bara skoða líka hvernig tekur hesturinn við taumsambandið aftur hérna hrynur hann eða heldur hann svona nokkuð jafnvægi eins og þessi gera mjög vel og síðan hann síðan tekur hann bara vel við taumsambandið aftur, mjúklega. 100%, bara algjörlega. Svo hefur knapinn einhver smá tíma hérna eftir til þess að þetta var náttúrulega svolítið langur tíma sem við höfðum hérna úti og hann nýtir sér restina af tímanum að ríða inn í opinn sniðgang upp á báðar hendur og held hann sé nú svona bara svolítið að leika sér. Það bara spurning á maður að halda áfram þangað til að maður stoppaður af eða ætlar maður bara að hætta eða en í þessu þá bara er hann búinn að setja það hnit með að verkefni upp, hann hefur svolítið tíma í lokin sem getur verið gott. Hérna kemur hraðbreyting á tölti, Sýna svona leikni farsins og það líka gaman að sjá að því hann ákveður að sýna skeiðæfinguna sína upp á báðar hendur, þannig að já, einmitt. Við leifum Gísla að fara alla leið þangað og ég má ekki nefna knapan og nafn en það vita þannig allir hér. Og það kannski líka bara allt í lagi að nú bendi ég ykkur á hvar dómararnir væru og það sem gerist í raun núna að hann bara sýnir skeiðgönguna og hann sleppir ytri hendinni en aftur fer hesturinn niður í mjög gott skeið og svo ákveður nú að lyfta hendinni til þess að sýnist að hann sé að sleppa en ef þið ætla að sýna þessa æfingu þá gott að sleppa innri hendinni þannig að þetta sé án alls vafa þannig að bara dómararnir sjáu að þetta sé rétt framkvæmt ef þið sækjum þessa æfingu. Þetta náttúrulega skrambi skemmtilegt og það sem ég tek svolítið út og við getum í raun sett ítt bara á pásu og sagt að þetta sé bara orðið gott og bara stoppa þetta svona þetta mig langar á bak á þessum hesti. Mig langar að bara fá þennan feeling sem ég finnst eins og sé svolítið í þessum knapa og í þessum hesti og þú veist, það skemmtileg tilfinning, að maður líði bara eins og það sé bara svolítið gaman hjá parinu. Já, eitthvað sem vill bæta við það með þetta? Nei, ég held að það sé bara það sem var gott sem var sýnt hérna auðvitað núna, ef hann hefði sýnt líka bara stökks en gangtund, þá væri hann búinn að sýna og feta eins lengur, þá væri hann búinn að sýna alla gangtundir. En hann sýnir bara 3 hérna. En núna það komið inni að það til hækkunar maður sýnir alla gangtundir og allavega 4 til 5 einmitt. Já, einmitt, akkurat. Það sem að hesturinn, ef þú ert með klárhest þá sýnir það væntanlega 4.
En mér fannst mjög skemmtilegt að sjá bæði leiknin að hægja sérstaklega kannski af skeiðinu þar sem hesturinn fer svo greinilega upp með framlutan, heldur svo vel á sér og kemur inn mjúktölt úr skeiðinu og þessi þjálfni fram og tilbaka sem við vorum að tala um og það svo mikið þessi sveigjanleiki sem bæði til hliðanna og líka mýktin og gegnumflæði ábendingana. Að hesturinn bara tekur glaður við ábendingunum. En ég held að þetta ekki bara orðið gott af þessu og ekki að fá bara Jakob til þess að koma núna, gesturinn okkar. Ég stödd hérna í Fókshólum og ætla í raun bara að skipta sæti hérna við hann Jakob og hleypa honum hérna að. Þannig að ef ég kynna hann eins og það var gert, Jakob Svavar Sigurðsson og hann ætlar að fara svolítið yfir það sem honum þykir mikilvægt í aðdraganda gæðingalistar. Já, góða fundi. Já, ég ætlaði að fara yfir það sem mér finnst mikilvægt í aðdragandanum og kannski líka bara í bara uppstillingu á sýningunum sjálfum. Og fyrsta punktinn sem ég myndi vilja nefna, bara byrja ekki á því að mikla verkefni fyrir sér. Byrja strax á því að líta þetta jákvæðum augum og þá hugsa kannski sumir að þetta sé bara ræður. Þetta örugglega einfaldasta keppnin sem við förum í, því að við höfum svo frjálsar hendur með hvernig við setjum upp verkefni, þannig að þetta passar í raun og veru flestum hestgerðum, flestum knöpum, auðvitað bara nauðsynlegt að hafa góðan hest, en ég myndi segja að það væri það eina sem við þurfum, góðan, vel þjálfaðan hest og náttúrulega hjálpa til að vera góður knapi, en ef maður vandar sig og vandar sig með reynslu þá geta flest allir gert vel í þessari grein, flest allir knapar og flest allir hestar. Svo kannski það mikilvægasta með hvernig maður ætlar að hugsa þetta, það að hugsa kostina í hestinum og láta þá njóta sín. Að það sé svona aðal markmiðið að við sýnum, bara eins og við sáum í þessari sýningu þarna áðan, að sem að sýna það besta sem að hesturinn býr yfir. Þetta verði svolítið skemmtilegt á að horfa og það eru held ég alltaf sýningarnar sem að ná lengst og það eru sýningarnar sem að við munum eftir. Þannig að við þurfum að búa til svolítið sjó. Svo þurfum við náttúrulega að gera prógram sem að passa. Þannig að eins og þær eru nú búin að koma inn á að gera passlega erfitt prógram. Klárlega gott að vera með áskoranir, en það megi ekki vera þannig að við vitum fyrirfram að við munum ekki valda því. Og þær eru náttúrulega búin að fara inn á þetta með æfingarnar að lægsta æfingi dettur út en ég ætla ekki að fara að nefna það neitt meira en að stilla verkefninu þannig upp að við getum látið hestinn njóta sín. Og þá kemur svo líka að því að það nú svona örfá ykkur skylduverkefni sem við þurfum að leysa, eins og við þurfum að sýna lágmarki 3 gangtegundir, við þurfum að sýna lágmarki 2 hliðargangsæfingar og þá kemur að því að við þurfum að raða prógraminu og það mjög mikilvægur punktur líka að við förum inn í hvort sem það æfingi eða gangtegund á sem liprastan hátt. Því að þetta allt saman, það verið að horfa á heildarmyndina og það getur bara skipt máli upp okkur á höndina við byrjum æfingarnar, því að það eru allir hestar þannig allavega sem ég með að þú maður komist eitthvað áleiðis með að gera það algjörlega jafn á hliðarnar, að það er alltaf eitthvað auðveldara upp á aðra höndina og hugsa prógramið svolítið mikið þannig. Svo, já, ég vilja segja að við þurfum að
þær eru sem búin að koma inn á líka, en ásetan klárlega eitthvað sem alltaf verið að horfa í og reiðmennska. Það miklu betra að gefa sér tíma í að vanda sig með ásetuna, vanda sig með reiðmennskuna og gangskiptingarnar. Kosturinn með þessa keppnisgrein að við þurfum ekkert að framkvæma gangskiptingu á miðri skammhlíð, og við eigum frekar að taka góðan undirbúning, og ef hún er miklu betur undirbúið sér vel og láta hún takast, heldur hún að vera með eitthvað fyrirfram ákveðin punkt. Annað samt sem mig langar að nefna, þó svo ég segi við höfum tímann fyrir okkur þessu, að þá þurfum við samt að vera svolítið skipulegur. Það þýðir ekki endilega að við segjum þetta þurfum að algjörlega á punktinum, en varðandi hvar við ætlum að framkvæma verkið og hvar við ætlum að framkvæma verkefnin, hvort sem eru æfingar eða til dæmis hraðabreytingu og tölti, að vera búin að hugsa okkur vel staðsetningarnar, að fylgja reiðlegunum og horfa þangað sem við erum að fara, að þetta, ef við erum ekki alveg ákveðin í því og ætlum að láta það ráðast, að dómararnir sjá það. Þeir taka eftir því, en ef við erum svona horfa þangað þegar við erum að fara og hesturinn með okkur í því verkefni, þá virkar það miklu meira undir stjórn. Svo kemur að því að þegar við förum að undirbúa okkur fyrir þetta verkefni, að eins og ég sagði áðan, að gera prógram sem við höldum við ráðum við, nota æfingar sem við erum búin að vera að æfa, ekki ætla að fara að kenna einhverjar æfingar á allra síðustu metrunum. Ég held að það svona gefist mjög sjaldan vel, og það á með þetta og eins bara fyrir svo sem allar keppnir, að maður þarf að undirbúa sig vel, svo þarf maður að varðveita hestinn og sem sagt vera bara tilbúin tímalega í þetta verkefni. Það er svolítið þannig. Ég vildi kannski bæta við varðandi prógrammið að svona feilarnir sem ég hef oftast gert, það er það þeim er ekki gengið vel, að það er þegar ég ætlaði að gera einhver verkefni sem að ég riði bara hreinlega ekki við. Þetta getur alltaf komið upp aðstæður og hesturinn verður hræddur í aðstæðunum og þetta gengur ekki alveg eins og við ætluðum, en ef við erum vel undirbúin, þá eru minni líkur á því að það væri þannig. Svo langaði mér svona bara að minna á eins og núna komnar, og það er verið að þróa þessa grein, hún er í stöðugri þróun og við viljum verið að reyna að bæta hana, þannig að bæði hún sé bara komið réttlát niðurstaða að sjá vel þjálfaðan hest og góða reiðmennsku, að muna eftir, við þurfum að kynna okkur þetta svolítið vel, að bara hvað er búið að breyta, eins og með hraðabreytingarnar, þurfa að ríða miðri skammhlið í meira skammhlið, slagtömutölti með það sama, ríða bæði hægt og greitt tölt á kláristunum, því að svona hafa riðið aðeins og hratt, eða eitthvað að því að maður var ekki með þetta alveg nógu skipulagt, það getur verið svo dýrkeypt. Ég held nú að ég sé nú svona mestu leyti búin að fara yfir það sem ég hugsaði svona í fljótu bragði með þetta, sko. Það eru líka búin að fara inn á gaman að geta sýnt hestana með mismunandi orkustig. Það er ekkert skylda í þessu verkefni, en fyrir mig það myndi ég segja að það er svo mikið partur af þjálfuninni að við höfum stjórn á orkustiginu í hestinum, að sé slakur, sé jákvæður að sýna afköst klárlega. Og já, ég myndi segja að það væri þau ráð sem að ég hef í þessu. Það er bara gott, eða?
Já, aldeilis frábært. Mjög, mjög skemmtilegt. Ég held að eitthvað sem þú vilt bæta við, Hekla, takk kærlega fyrir þetta, Jakob. Það var Já, alveg stórgott bara takk fyrir að fá að leggja til þetta. mönnum. Við erum bara saman, er það ekki? Ég fannst þetta náttúrulega bara alveg frábært innlegg og bara, vildi þakka þér bara líka kærlega fyrir, Jakob. Vilt þú ekki bara enda þetta, Mette, eða þú veist, já. Er það ekki bara? Ég held að við bara óska öllum góðs gengis og bara aftur að ef er eitthvað sérstakt sem að þið myndi vilja að við getum gert í þessu. Við náttúrulega erum faghópur, þannig að okkar mál eru dæmingar og og þróun keppnisgreinarinnar á faglegan hátt. Sem sagt við erum að ræða saman hvort að opinn sniðgangur á að vera 3 eða 4 eða hvort að valfrjálst og svona hluti, hvort að taumsamband að vera svona eða hinsegin. Það er okkar áhugasvið og okkar sérsvið, og líka að upplýsa. Þannig að bara góða skemmtun. Ég hlakka rosalega mikið til að sjá geðingarlistin hjá okkur öllum núna í það sem í framhaldinu. Þetta er bara taka undir það sem Jakob segir og Hekla búin að segja, láta hestana gera það sem þeir eru bestir í. Þetta snýst það að sýna velþjálfaðan hest og sýna einmitt það sem hesturinn er góður í. Það er það sem er skemmtilegt. Það er skemmtilegt líka fyrir hestin. Þess vegna getur verið hestvænt. Hörðu, takk kærlega fyrir kvöldið. Við bara sjáum síðar. Takk Hekla og takk Jakob og allir sem voru að fylgjast með.